Húsasmiðjan fyrir þig. Já, komið sæl. Nú það við áttum mikið hæðarsvæði yfir Grænlandi sem að stjórna veðrin hjá okkur og þessi hæða, hún virðist nú ætla að vera ansi þaulsetin og ekki að sjá annað en hún mun nú stjórna hjá okkur áfram veðrinu næstu daga. En á meðan að þá fara lagðirnar hérna langt fyrir sunnan land og taka síðan hérna land við Bretlandseyjar og fara síðan áfram hérna í norðaustur. Þetta þýðir það að norðanáttin hún verður ansi svona ráðandi hérna á milli Noregs og Grænlands og það verður hérna sérstaklega á austanverðu landinu sem að norðlæga áttir munu ráða ríkjum en vindur verður síðan svona heldur hægari vestan til. Og ef við skoðum hitasviðið að þá sjáum við að við erum hérna í dökkbláum litnum og það frost á öllu landinu og ekki að sjá annað en að það verður það áfram ef við skoðum hreyfimyndina að þá erum við áfram í þessum dökkbláa lit og því verður áfram kalt hjá okkur. Það gæti nú verið svona að þegar að fyrir að líða vikuna það fari nú svona aðeins að draga úr frostinu hérna þá helst sunnan og vestanvert landi þegar að svona heldur hlýri loftmassi nálgast okkur en eins og spár eru núna þá verður það nú ekki mikið og því verður áfram frost allt land. En við skulum skoða Íslandskortið sem að gildir á morgun að sjáum að það norðaustlæga átt hérna á landinu hjá okkur svona víða gólaða kaldi en svona stinningskaldi hérna við austurströndina. Það verður víða léttskýjað bæði sunnan og vestanvert landið en norðausturland til ætti að verða svona fremur þungbúið og einhverju svona éljagangur nokkuð víða af og til. Nú síðan áfram þegar að kemur fram á mánudaginn þá nú helstu breytingin sú að það munir svona bæta í vindin þannig að það verður svona norðan strekkingur hérna sérstaklega norðan og austanlands og eykst svona éljagangurinn meðan landi vestanvert ætti að vera áfram bjart og víða léttskýjað og við sjáum á frosttölunum að það verður áfram frost allt land. Nú síðan áfram á þriðjudeginum að þá nú eins og við sjáum ekki mikla breytingar í gangi, það áfram norðanáttinu kortan hjá okkur þungbúið bæði norðan og austan til með einhverjum éljagangi meðan að sunnan og vestanlands ætti að verða áfram bjartviður. Og síðan ef við förum fram á miðvikudaginn að þá gæti nú farið svona að draga úr vindið, það sem sérstaklega þá hérna svona norðvestan til þar sem að hæðarhryggurinn að teygja sig hérna inn á landið en áfram norðlægar áttir í kortunum hjá okkur og áfram verður þungbúið hérna á norðausturhorninu með einhverjum éljagangi meðan að sólin að skína bæði sunnan og vestan til og ef eitthvað að þá á að fara að bæta aðeins í frostið þegar það kemur fram á miðvikudag. En við skulum skoða hvað að gerast í kringum okkur, það bæði kalt og vindarsamt hérna svona norðan til, sérstaklega í Finnlandi en þegar við komum hérna sunnar á Norðurlöndunum þá nú mun betra veður og smá hæðarhryggur hérna yfir Danmörku og fínasta veður í Kaupmannahöfn á morgun, 3 stiga hiti og heiðskýrt og síðan ágætis veður hérna í álfunni en þegar við komum hérna niður að Miðjarðarhafinu þá þungbúið og rigning hérna bæði í Tyrklandi og svo skúraleiðingar í Grikklandi meðan að á Ítalíu verður nú fínasta veður og 20 stiga hiti og heiðskýrt í Róm. En ef við förum að Atlantshafinu þá fínasta veður á Íberíuskaganum á morgun, sjáum 21 stiga hiti í Madrid og léttskýjað en svona heldur þungbúnara og svalara í Frakklandi. Og ef við förum til Kanaríu þá fínasta veður þar á morgun, svona fremur hæg norðaustlæga átt og hámesti hitinn hann gæti alveg náði upp í 30 stigin. Nú síðan ef við förum hérna vestur hafa þá nú talsverð úrkoma í kortunum eða snjókoma hérna í kringum vötnum miklu og svona talsverð úrkoma hérna í Suðausturríkjunum en síðan ef við förum að vesturströndinni þá líka nokkuð blautt á þeim slóðum og við sjáum að það rignir í San Francisco á morgun. En við skulum enda þetta á korti morgundagsins, það verður norðlæga átt svona víða góðlega kaldi en stinningskaldi hérna við austurströndina
áfram frost á öllu landinu, bjartviðri sunnan og vestanvert landið en þungbúið einhver éljagangur norðaustan til. Segjum þetta gott að veri, verið sæl.